það heitir Drottinn dýrðarskan. Það pröfaði bara. Þetta nú við. Já. Þetta eitthvað skrítið. Það C-A-M þarna, það eitthvað á milli, við spilum það ekki. Þetta kemur það ekki? Ef þú ferð þarna í öruna og segir words í staðin fyrir any field, þarna. Já. Já. Ekki. Kom drottinn Jesús, Drottinn
drottina lofa nafni þitt og vera nærri þér, Faðir Guð. Og þakka þér fyrir að þú kemur og byrði í lofgjörð þinna barna. Í Jesú nafni, við bara lofum þig, tilbiðum, tegnum þig, prísum þig, ó Guð. Einu sinni enn. Drottinn dýrðar, ver mér hjá, vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar, ver mér hjá, vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Halleluja, 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 Peace like a river, love like a fountain, the wind of the Spirit is blowing everywhere. Joy like a fountain, healing spring of life. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Oh, peace like a river, love like a mountain, the wind of your Spirit is blowing everywhere. Joy like a mountain, healing spring of love. Oh, come, Holy Spirit, let your fire fall. Oh, come, Holy Spirit, let your fire fall. Oh, come, Holy Spirit, let your fire fall. Hallelujah. Amen. Það er Snorri að tala til okkar, orð Guðs. Amen. Komiði sæl öll sömun. Gaman að sjá okkur, Drottinn blessi ykkur ríkulega. Ég ætla nú að leyfa mér að, þetta er á glærum sem ég sett í tölvuna, Dísa. Heitir Musturishæðin. En ég ætla nú að byrja á því að fara með pistilinn fyrir ykkur. Og þú veist, það er alltaf sagt í lútherskum messum, pistilinn skrifaði postulinn Páll. Og þeir eru nú nokkuð margir sem hann skrifaði og það segir frá því í öðru Þessalónikubréfi, það er pistillinn frá Páli og við erum að tala öðrum kapitula, 8. versið, 2. Þessalónikubréf,
2. kapitúli, 8. vers. Ertu með þetta þarna, Dísa mín? Geti ég þetta að fá að setja þetta hérna, draga niður tjaldið? Ekki? Og það getur vel verið að við kveikjum á hérna skjávarpanu líka. Er það ekki hægt? Hann kannski tekur á mikið rafmagn. Ok, þá bara gerum við þetta svona. Þá bara tala ég þetta af blaðalaust. Þið sjáu þetta bara á skjánum. Þetta er svolítið athyglisvert hvernig við höfum pislana, hvað Páll er að segja, og við erum að vísa til 2000 ára gamals boðskapar. Og þetta er svolítið merkilegt að við skulum geta sagt að hann er að nefna hérna, þá mun lögleysingin opinberast. Og þetta með lögleysingjan sem er að opinberast, við erum ekkert alveg með skýra mynd af því hvað það þýðir. Er þetta maður eins og þú og ég? Eða er þetta ástand? Er þetta það sem er að gera til þjóðfélaginu? Við höldum og trúum þetta sem maður sem er að opinberast og líka að þetta er ákveðið ástand sem hefur áhrif á umhverfið okkar. Við erum ekkert endilega komið með alveg fasta punkta og segjum þetta er bara A, B og C. Það gæti verið aðeins öðruvísi, en eitt er þó merkilegt. Við eigum núna, því lánið að fagna á Íslandi, að geta flett upp alls konar upplýsingum og við getum séð það að meira þess að blöðin þau eru að tína til upplýsingar sem að okkur líkar ekkert of vel. Við erum að sjá það að þau eru að segja okkur frá því að börn eru núna og unglingar. Þau eru niður í bæ og þau eru gómun af lögreglunni, tekin með hnífa og axir. Og það segir mér að það er ekkert endilega eitthvað gott sem býr undir. Er það að verja sig eða er verið að ógna okkur? Hvað stöndum við? Og þegar þetta gerist, ég man það sem strákur, ég var alltaf með vasahníf eða dolk. Við vorum aldrei að fara með til skólan, en þetta var bara svona hluti af okkar lífi. Við vorum peyjar að fara inn á bryggju og við grípum til þess að skera bönd og spotta og svo framvegis. Við vorum ekkert að ógna hvorum öðrum, það var aldrei slagsmál með hnífa. En þetta var svona fylgifiskur sjómanna lífsins. Allir sem voru á sjó, þeir voru með hnífa og við fórum í eyjabúð í eyjum og keyptum svona norsk fiskikníf og það stóð á hnífnum eyjabúð. Þetta var flutt inn frá Noregi. Þetta þótti bara sjálfsagt mál. En núna, þá er þetta ógnvekjandi mál. Og ég var einmitt að velta því fyrir mér daginn þegar ég var að skoða þennan texta sem ég er með, af því að það er málarekstur í gangi í íslenska réttarkerfinu. Tók eftir því. Það eru 2 drengir teknir fyrir og það segir frá því að greiningardeild lögreglunnar, hún var að greina hvað væri í gangi og það segir að greiningardeild ríkislögreglustjóra hefur sendt frá sér nýja skýrslu hryðjuverkaógn á Íslandi. Og við horfum hvert á annað og segir, er hryðjuverkaógn á Íslandi? Og við getum alveg séð ákveðna tengingar sem er að koma inn í landið. Við vitum alveg að það var daginn, þá var verið að senda heila fjölskyldu frá Íslandi vegna þess að hann var ISIS maður. Og við höfum hann Silvan hér á meðal okkar sem var í sinni vinnu og það var ráðist á hann í vinnunni af einum afgönskum manni. Þetta átti ekki að fara svona, en þetta eru bara kringumstæðurnar hjá okkur. Og við erum að vakna upp til meðvitundar að það er eitt og annað í gangi sem okkur þykir bara ekki endilega gott. Svo ætla ég að fá að segja ykkur líka, mér finnst svolítið merkilegt, hver mótmælin af öðrum eru núna fyrir framan Alþingishúsið, utanríkisráðuneytið, forsætisráðuneytið. Það eru allir að krefjast þess að við stillum til friðar í Gaza. Hver vill að við séum að drepa araba? Hver vill að við séum að drepa konur og börn? Auðvitað vilja allir að það sé friður.
Og auðvitað getum við ekki samþykkt það, hvort það heiti gyðingurinn eða arabinn, að þeir berist á bana, spjót og drepi hvern annan. Við viljum mjög gjarnan sem kristin einstaklingar bjóða þessu fólki frið. Hvort að við komum all til Íslands og fáum frið þar, það síðan annar mál. Ég veit að það alveg sama ef við tækjum alla Sýrlendinga hingað til Íslands, þá samt ófriður í Sýrlandi. Við erum ekki búin að leysa málið. Það þarf eitthvað að gera til innra í fólkinu til þess að það leysi málið og til þess að friður komist á. Og greiningadeild lögreglustjóra sem að sýna okkur fram á ógnanir í okkar samfélagi, við erum að sjá ákveðin tákn í okkar tilveru, það sem verið að draga okkur og flokka okkur og draga okkur í dilka til þess að þú verið annarkvort með eða móti. Þú ert að vera með gasabúum, þá ert á móti gyðingum, eða þú ert með gyðingum og þá ert á móti gasabúum. Hinn kristni einstaklingur, hann á móti því að náunginn okkar sé drepinn. Það kjarnaatriðið. Það aldrei í kristinni trú. Það sem við sjáum að Jesús segir takið nú sverðin og vegið í hvern annan. Hann sagði við Símon Pétur, slíðra þú sverðið. Og það hefur verið kristna hugsunin í 2000 ár. Slíðra þú sverðið. Svo getum við farið út í aðra þætti sem að snert okkur líka. Það ekki víst að það bara dugi að slíðra sverðið. Jesús Kristur sem gekk aldrei með hnífa eða sverð eða spjót, honum var samt ógnað og við vitum alveg hvað varð Jesús Krist. Þeir hrópuðu krossfestið hann. Hvað átti að gera? Var hægt að bjarga málunum? Nei, það var ekki hægt. Vegna að Jesús Kristur, hann lagði sjálfan sig í sölurnar. Takk eftir því. Hann var ekki hræddur við sverð og spjót og barefli og krossfestingu. Hann lagði sjálfan sig í sölurnar. Hann var sjálf vilja fórn. Það mjög stór þáttur í kristinni trú. Og þá ætlum ég bara að benda ykkur á þetta að einstaklingar á Íslandi, það kom fram í DFF núna 7. febrúar. Einstaklingar á Íslandi, þeir eru sagðir aðhyllast ofbeldis fulla hugmyndafræði. Þannig hið illa sem Páll postuli talaði í Þessalónikubréfinu, það viðurkennt af ríkislögreglustjóra að þetta að gerast í okkar landi. Hvert við þá komin? Hvað við þá að gerast? Hvað þá að gerast? Svo bendir ykkur líka á að við sjáum að í garðinum okkar þá vaksa blóm og það eitt og annað í gangi. Og mér finnst mjög merkilegt að núna í heiminum, þegar allir eru að biðja að free Palestine, þá eru allir að tala það, þá heyrum við ekki þessar raddir, látið gíslana lausa. Sleppiði börnunum úr gíslingu, sleppiði konunum úr gíslingu. Hvar eru þær raddir? Erum við bara komin til þess að hrópa free Palestine og svo má fara með gyðingana hvernig sem Ef við ætlum að vera sannleikasmegin og Kristsmegin, þá förum við inn í það að skilja málin okkar út frá því sem pistillinn segir, sem postulinn talar Og ef að ógnirnar vaksa í garðinu hjá okkur og við tölum að vera sjálfsagðar og mótmælin á Íslandi með að vera sjálfsögð, það sem að Bjarni Beni kallar öllum illunöfnum, og það hefur jafnvel verið að hella yfir hann glimmeri og svona, þá sjáum þið að það eitt og annað að gerast á Íslandi sem miður gott. Ógnanirnar eru til staðar. Erum við þá að sjá spádómana rætast? Svo til þess að við aðeins áttum okkur á hvað við megum gera og hvað við megum segja. Mér svolítið merkilegt að við höfum til dæmis dæmi það að Arabarnir sjálfir, Hamas-liðarnir sjálfir, þeir hafa talað og þeir hafa gefið skýringar á því af hverju þeir réðust 7. október á Ísrael. Og hvað gerðist hjá þeim?
Hvað bjó að baki? Við heyrum mjög gjarnan, já, þeir vitið að gyðingarnir eru að stela landinu. Þeir eru búin að ræna landinu frá Arabunum og Arabarnir að verja landið og okkur finnst þetta ekkert ósennilegt. Svo sá ég glæru, svo sá ég þátt á YouTube, þar sem að sent var út 14. janúar, þar sem að einn Palestínumaður var að gefa skýringar á því hvers vegna þeir réðust á Ísrael 7. október. Og það var allt annað í gangi hjá honum heldur en landið. Það var allt annað í gangi heldur en það að þeir væru að tapa einhverju. Það sem var í gangi hjá Palestínu Arabum, það var einmitt það. Það er eitt og annað í gangi hjá gyðingum sem þeir líkar ekki. Og þeir segja alveg hygglust, við svörum ögruninni sem náð hefur hátindi gagnvart í Jerúsalem. Hvaða ögrun? Og musterishæðinni. Og þeir eru alveg sannfærðir það að það er eitthvað rosaleg ögrun í gangi frá gyðingana hálfu sem snertir musterishæðina og Jerúsalem. Og Hamasliðarnir eru þess vegna að verjast við musterishæðina eða fyrir musterishæðina. Og takk eftir því sem hann segir, við svörum ögrununni sem náð hefur hátindi gagnvart Jerúsalem og musterishæðinni. Ég vildi ekki að þið séð þetta hérna á glærunni, en það er bara ekki hægt, það bara verður að vera svoleiðis. Og þá kemur hann segir, heldur áfram, og veg spámannsins, af því að Jerúsalem fyrir spámannin Múhameð er svo mikilvæg. Vegur spámannsins var einmitt að koma á hesti, fljúandi til Jerúsalem og svo átt hann að fara upp til himins. Og þá er Jerúsalem gríðarlega merkilegur vegur. Og Hamasliðarnir eru að verja veginn til himins sem Múhameð fór. Skiljiði núna hvers vegna ástandið sem við erum að tala og við heyrum í fréttunum, þetta er orðið trúarlegt ástand. Þriðja atriði sem ég vil nefna við ykkur. Þeir mynduðu ögrun gegn tilfinningum og hjarta hillar þjóðar og þjóðaskilnings Araba. Jæja, hvaða ögrun var við þjóðaskilning Araba? Var verið að ógna þjóðaskilningi Araba eitthvað? Það er allavega það sem þeir sögðu 14. janúar. Það er skýringin á því hvers vegna þeir réðust inn 7. október. Svo þjóðaskilningur Araba og hjarta þeirra, því var ógnað. Hver var ógnunin? Og ég ætla aðeins að fá að nefna það við ykkur. Þeir segja alveg hygglust bara að flytja rauðar kvígur til Jerúsalem. Hvað kemur þetta mál rauðum kvígum við? Það er alveg stórmerkilegt, ég man að ég talaði þetta við ykkur fyrir kannski rúmu árið síðan, þegar gyðingarnir fengu 5 rauðar kvígur, senda frá Texas. Það var bóndi, nautgripabóndi, hann fekk 5 kálfa, alveg einstaklega merkilegir vegna þess að þeir voru alrauðir. Það var ekki til eitt annað hár á líkama þeirra heldur en rauðlítað hár. Og þá var þetta rauðar kvígur sem samkvæmt lögmálinu þurfa að vera notaðar til þess að búa til öskuna í hreinsuna vatnið áður en hægt að byrja trúariðkun á musterishæðinni. Þá eru Arabarnir að tengja. Rauðu kvígurnar eru ógn við íslam. Rauðu kvígurnar eru hjálp gyðinga til þess að brenna þær, búa til öskuna, taka vatn úr sílólaug, hræra saman ösku og vatninu og nota til þess að dreifa því á bæði prestana, áhöldin í musterinu, musteristeinana og jafnvel musterishæðina. Því það þarf að hreinsa allt saman áður en til trúariðkunar verður. Svo þegar ég horfi á þessa rauðu kvígur og hvernig Hamasliðarnir eru að útskýra ástæðuna fyrir árás þeirra, þá sé ég þetta er trúarstríð sem er komin í gang. Það er vitað og það er það sem Páll postuli segir og við erum með annað þessarungarbréf opið hjá okkur. Það er vitað
Samkvæmt því sem Páll talar sjáu bara 4. versið í öðru Þessalónikubréfi og 4. versið, 2. kafli og 4. vers. Hann sest í musteri Guðs og gerir sjálfan sig að Guði. Hver sest í musteri Guðs? Hver gerir sjálfan sig að Guði? Og í hvaða musteri verið að tala um? Í hvaða musteri mun að setjast? Í dag ekkert musteri til í Jerúsalem. Það á eftir að koma. Eða hvað stöndum við? Það virkilega svoleiðis að fyrst koma rauðu kvígurnar, síðan kemur hreinsun á vatnið, svo byrja að byggja musterið. Stöndum við frammi fyrir þessu? Getur það virkilega verið að Hamas-liðarnir sem réðust á Ísrael 7. október, þeir gerir sér bara alveg grein fyrir því að þarna eru gyðinga að rísa upp, það að koma ákveðin stuðningur við hana og þeim líkar þetta illa því að Íslam tapar fyrir bragðið. Af hverju eru við ekki reið út í þetta? Af hverju eru við ekki að ganga fram og segja við gyðingana þetta gamaldags, þetta úrelt, þetta ónýtt? Gyðingarnir eru í fyrsta lagi ekki kristnir, aðtöðu það. Þeir eru gyðingatrúar. Í öðru lagi þá ber þeim samkvæmt lögmálinu þeirra að fara eftir lögmálinu. Og þeir hafa bara ekkert annað val. Við aftur á móti bendum hiklust á það. Jesús Kristur fór í musterið. Hann lagði sjálfa sig í sölurnar fyrir þig og mig. Og það var fyrir hans benjar og hans blóð sem við fáum aðgang að Guði föður almáttugum skapara himins og jarðar. Og það alveg sama hvort maðurinn gyðingstrúar eða íslamstrúar eða kristinatrúar eða hundheiðin. Hann á aðeins einn möguleika á að erfa eilíft líf, það fyrir Jesúm Krist. Það bara fyrir trúna á hann. Því að það var Kristus sem lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir alla menn. Og við þurfum að vita það að þess vegna eigum við að taka vel á móti öllum þeim, hvort við erum sammála okkur eða ekki. Við biðjum fyrir þeim, við óskum þeim friðar, en við áttum okkur á að málin í dag eru öðruvísi vaksin, heldur við sjáum almenning tala um. Það annað skilningur hjá okkur og þarf að vera hjá okkur, heldur niður á Austurvelli. Það annað skilningur hjá okkur heldur á að vera hjá til dæmis múslimum, hjá Hamas-liðum. Og hvernig stendur á því að við stöndum frammi fyrir þessum atriðum á þessum tíma svona stutt eftir. Ég lít þannig á, systkini, að það sé svo stutt. Við erum akkurat á þröskuldinum að sjá stór og mikil atriði eiga sér stað. Það sem að gerast eru undur og stórmerki. Ég vil mjög gjarnan að við höldum áfram að biðja fyrir því að það verði ekki fleiri dauðsföll á Gaza og ekki fleiri dráp í Gyðingalandi. Ég vil líka biðja fyrir því að það verði ekki lengur þessi blinda yfir Íslandi, að við sjáum að Íslendingarnir skilja ekki hvernig málið vaxið. En af hverju skilja þeir ekki hvernig málið vaxið? Af hverju ekki þekking á þessu á Íslandi? Við erum með heila prestastétt sem yfir 130 prestar sem að predika okkur einasta sunnudegi. Þeir að upplýsa söfnuðin hvað tímanum líður, hvað Biblían að segja, hvað pistillinn talar Og þeir tóna alveg hiklaust, pistilinn skrifaði postulinn Páll, en fáið þið að heyra og vita hvað postulinn Páll var að segja. Fáið að vita musterið, hann sest í musteri Guðs og gjörir sjálfan sig að Guði. Fáið að vita þetta. Veit söfnuður þetta. Ég tel þess vegna ærna ástæðu fyrir okkur hér í Keflavík að við skiljum kringum stöðunar. Þið sitið nefnilega svolítið í súpunni, nú ætlum ég aðeins að tengja þetta við kuldan hjá okkur. Þið sitið svolítið í súpunni hér í Keflavík á Suðurnesjum vegna þess að menn sváu á verðinum. Það var alveg augljóst, þegar við búin að vita það, Katrín Jakobsdóttir sagði það í fréttum eða í Kastljósi, það var alveg vitað
að þetta var lægsti pallurinn en lægsti staðurinn og hraun hefði geta komið og náð leiðslunni, þetta vissu þeir. Þeir settu garða í kringum virkjunina, en það gleymdist að setja garði bara upp með túpunni, pípunni. Af hverju? Hvaða afstöðu leysi verið að birta okkur? Hvað að gerast hjá þjóðaröryggisráðinu á Íslandi sem ekki skilur þetta litla atriði? Það þarf líka að verja leiðsluna þó þess ekki nema rétt 1 kílómetri. Þeir kláruðu garðinn en ekki leiðsluna. Ég segi þeir sváfu á verðinu. Erum við á Íslandi í sömu sporum að heyra fréttirnar frá Gaza og heyra fréttirnar frá Ísrael og við sofum á verðinum. Við skiljum ekki hvað í gangi. Erum við heila þjóðkirkju sem kallar sig kristna kirkju að mönnum sem eru háskólamenntaðir í biblíufræðum en þeir hafa lokuð augun. Þeir hafa ekki opin eyrun. Þeir heyri ekki hvað andinn að segja söfnuðinum. Nú eru allir meira og minna uppteknir í því hver verður næsti biskup. Af hverju skiptir það þá máli? Biskup þarf að vera samkvæmt pistlinum, samkvæmt þessi postulinn segir, hann þarf að vera með hið áreiðanlega orð. Trúa því að þetta hið áreiðanlega orð. Eru prestarnir inn á því? Það hver prestur eftir annan að lýsa því yfir að þeir myndu alveg hiklaust gifta homo og lesbíur. Það biblíulegt? Hvað sagði Guð það atriði? Hafið þið ekki lesið að skaparinn gjörði þau karl og konu til þess að þau tvö einn maður? Hjónabandið bara gert fyrir karl og konu. Það hinn kristna sýn. Það hinn kristni hugsunarháttur. Það boðberi bæði postulans og frelsarans. Hvað segir kirkjan? Af hverju hún komin á aðra skoðun? Getur það verið að augu okkar séu svo blinduð vegna þess að við erum komin að þeim tíma að lögleysingin, hann að opinberast. Og þá kemur þetta allstaðar fram í hugafari okkar og við sjáum þetta jafnvel í kenningunum og menn eru að rata á einhverjar slóðir sem þeir þekkja ekki, þeir halda þetta sé allt í lagi ennþá. En skoðum aðeins lokin. Ég ætla að fara með ykkur, bara ekki að vera mikið lengur að þessu heldur þetta. Ég trúi því að það ekki að ástæðulausu að við séum komin að því að opna augun fyrir því að gyðingarnir eru að ná að byggja musteri. Og það kannski eðlilegt að Hamas-liðarnir reiðist aðeins út í þá. Ég búin að sýna ykkur þetta áður og ég ætla að sýna ykkur þetta aftur hvað þetta stórmerkilegt með hvað gyðingarnir hafa leyft sér. Ég fékk svona pening frá þeim. Þetta bara áskorun til Trumps að gera eins og Kýrus að stíga fram og hjálpa þeim að byggja hvað? Musterið. Bak við peningin einmitt mynd af musterinu. Þetta í fyrsta skipti í 2000 ár sem gyðingar sjá möguleika á því að þeir geta fengið musteri á musterishæðinni. Þetta í fyrsta skipti í 2000 ár sem gyðingarnir hafa fengið möguleika á því að fórna rauðum kvígum og búa til hreinsunarvatnið sem krafist samkvæmt lögmálinu. Fyrsta skipti í 2000 ár. Þetta alltaf að gerast á þínum tíma. Finnst þér ástæða fyrir því að þú ljúkir upp augunum og farið að kíkja á dagatalið og klukkuna og áttaðu á hvað að gerast í kringu þig? Þetta í fyrsta skipti í 2000 ár. Sem við erum að sjá alla Evrópu, helstu stórborgir Evrópu, taka upp múslimsk slagorð og ætla að standa með arabunum eða múslimum. Þetta ekki bara arabarnir, því að það eru margir arabar sem eru kristnir. Þeir að standa upp fyrir Íslam. Erum við á réttri leið? Erum við að fara þá leið sem hefur bjargað Evrópu og gert Evrópu að þessum ásóknarverða stað, að helstu löndin sem flóttamenn vilja koma til, hvort það frá íslömsku löndum eða öðru löndum, það hér til Evrópu. Hvað höfum við í Evrópu fengið sem svona frábært
að allir hinir vilja koma og fá að njóta þess. Ég vil mjög gjarnan, og ég hef mjög ámikla ánægju af því, að þekkja fólk sem hefur komið hingað og flóttafólk og við höfum fengið að vera með því og dýrka Drottin okkar og frelsara. Mér finnst þetta ekki vera flóttafólk, mér finnst þetta vera bræður og systur. Og þangað vil ég að við Íslendinga stefnum för og við áttum okkur á því. Í fyrsta lagi, lögleysið og samfélag við Satan ekki ætlað þér og mér. Lögleysið og Íslam og kristnin eiga ekki samleið. Við sem kristnir, við eigum ekki að fara inn í lögleysið. Við getum ekki samþykkt Íslam. Það þýðir ekki, þó ég get ekki samþykkt Íslam, að ég vilji drepa þá. Ég vil endilega að við vitjum Krist, Jesúm Krist og hann krossfestan. Því það engin önnur von fyrir Múhameðs trúar mannin heldur það að hann þekki Krist og hann krossfestan. Því að Kristur kom til þess að deyja fyrir okkar syndir. Amen. Er þið sammála? Við skulum standa upp. Ég ætla ekki að halda ykkur lengur í kuldanum. Nú ætla ég bara að fá að biðja með ykkur og við skulum enda þetta með því að við sjálf biðjum Drottin að vera með okkur og hjálpa okkur. Og elskuðu bræður og systur, veriði ákveðin í því að fylgja Jesú. Látið ekkert buga ykkur. Látið ekkert ofbylda neitt þess að það hreki ykkur. Látið bara það kosta sem kosta þarf. Það Jesús Kristur og boðskapur hans sem aðalatriði. Drottin, þakka fyrir miskunn þín og náð. Við munum vera hér sameinuð í þínu nafni og við biðjum fyrir því að við fáum að vera útvalin fyrir þig, frelsuð undir blóði þínu í miskunn þinni og náð. Hjálpa okkur til að skilja tíðarandan og við áttum okkur á því, elskaði Herra, að þegar lögleysið farið að opinberast, þá megum við vera talsmenn þinna skoðana, þinna orða í Jesú nafni. Amen. Amen. Takk kæru vinir, megi Drottin Jesús Kristur blessa ykkur ríkulega. Gjörðu svo vel, Kitti minn. Ég veit að kaffi uppi, það bara... Henda bara hérna á einum lokjörða góð í Jesú nafni. Drottin mun sjálfur fara fyrir þér, hann mun vera með þér. Drottin mun sjálfur fara fyrir þér, hann mun eigi sleppa þér né yfirgefa þig. Óttast eigi, láttu eigi hugfallar. Drottin mun sjálfur fara fyrir þér. Drottin mun sjálfur fara fyrir þér, hann mun vera með þér. Drottin mun sjálfur fara fyrir þér, hann mun eigi sleppa þér né yfirgefa þig. Óttast eigi, láttu eigi hugfallar. Drottin mun sjálfur fara fyrir, Drottin mun sjálfur fara fyrir, Drottin mun sjálfur fara